þetta kvöld árið 1985 þá var 16 ára piltur stunginn til bana fyrir utan staðinn. Og ástæðan fyrir því að við erum að taka þetta mál fyrir þrátt fyrir að það sé meira en 40 ára gamalt, að þá finnst okkur það mjög athyglisvert í lögfræðilegum skilningi, sérstaklega ef maður skoðar manndrápi sem átti sér stað á Menningarnótt 2024, þar sem að ung stúlka lét lífið. Já, akkurat. Og af því að það eru nefnilega svona hliðstæður í þessum málavöxtum og verknaði í þessu máli sem við ætlum að fara í dag og svo málinu á Menningarnótt. Þeir eru báðir mjög ungir, þeir eru báðir ólögráða, ekki orðnir 18 ára, en báðir tiltölulega nýorðnir sakhæfir, þeir eru yfir 15 ára. Já, maður verður að vera orðin 15 ára til þess að geta fengið refsingu. Já, og vopnaburðurinn, þeir eru báðir með hníf og þeir eru báðir með hníf á sér á almannafæri þar sem var mikið fjölmenni. Einn er á Menningarnótt og hinn er fyrir utan hann risastóra skemmtistað. Og báðir eru með eitthvað svona andlegt ástand eða eitthvað svona triggerar eða kveikjur. Þú varst að hlusta á True Crime Ísland, eina alvöru íslenska True Crime hlaðvarpið þar sem við fjöllum nýleg íslensk sakamál. Ef þú vilt hlusta á meira, þá ferðu á kratos.is og kaupið þér áskrift. Í áskrift ferðu aðgang að öllum fyrir þáttunum okkar ásamt glænýjum þætti af hverjum einasta mánuði. Og svo gefum við stundum út aukaþætti og seríur. Og þeir sem í áskrift koma í lokaðan Facebook-hóp þar sem við setjum inn alls konar upplýsingar. En sjáumst í áskrift!